Í dag ætlum við að sýna ykkur nokkra leiðir til að nota Sensei bronzing gel. Við ætlum að byrja á því að nota bronzing gelið eitt og sér. Þá setjum við það á eftir dagkremi og við getum annaðhvort sett það á með bursta eða með höndunum. Við drögum bronzing gelið alveg niður hálsinn. Við erum að nota millilitin, lit nr. 62, en bronzing gelið kemur í 3 litum. Ef þið væru í flegnum ból, þá myndi ég líka setja niður á bringu. Núna ætlum við að nota bronzing gelið undir farða, svolítið svona sem primer. Ég ætla að byrja á því að setja krem og þið megið líka einmitt blanda bronzing gelinu við kremið ykkar. Við byrjum þá aftur á því að bera bronzing gelið bara yfir andlitið og núna setjum við farða yfir. En þetta gefur okkur svona ljóma og sólkista húð áður en við byrjum á farðana. Þá komumst við stundum upp með að nota minni farða. Yfir bronzing gelið ætlum við að nota Flawless Satin Foundation og við erum bara að nota það með sama bursta og við ætlum að byrja hérna á vanganum og færa okkur svo innar og hafa létta þekju yfir nefinu þar sem hún er með náttúrulega freknur. Og núna settum við bara mjög létta farðanum þannig að hún er ennþá rosalega náttúrulega og frískleg. Næst ætlum við að nota örlítið af Highlighting Concealer. Við erum að nota litin 00 og Hyljanin kemur með svona applicator sem þið getið notað. Það er einnig hægt að nota bronzing gelið til þess að skyggja andlitið eða gefa ykkur svona sólkista áferð eftir make eða eftir farða. Þá er gott að nota eitthvað svona fluffy bursta og svolítið bara svona stimpla bronzing gelinu á. Það er einnig fallegt að setja örlítið yfir nefbrúnina en þar hittar sólin akkurat andlitið þannig að það gefur okkur svona fallegt sólkist. Núna ætlum við að byrja á því að nota glowing base og svo ætlum við að nota púður sem farða. Nú ætlum við að nota Total Finish púðrið frá Sensei og við notum farðan í lit nr. 103 og þá tökum við púðrið í sama lit. Þannig að þið getið miðað við að ef þið notið farðan í ákveðnum lit þá takið ég sama lit í púðri. Ég hef með svona svamp applicator með púðrinu. Við ætlum að byrja bara á því að strjúka því og dumpa svona inn á milli. En við fáum ógeðslega góða þekju með þessu púðri og svolítið svona silki finish af því. Núna ætlum við að nota Sensei bronzing gelið yfir púður og þá notum við svona extra fluffy bursta og við ætlum að dumpa í bara svona yfir púðrið þar sem við viljum vera aðeins sólkistari. Þetta er góð leið til að fríska upp á lookið eftir daginn. Við viljum stimpla vörunni svolítið á en ekki draga burstan því við viljum ekki færa til púðri undir. Þá er öruggara að stimpla vöruna á.